Velkomin Þórhallur. Þakkaði kærlega fyrir. Takk fyrir að koma og þó að við höfum aðeins verið í smá miskilningi, þá varstu mættur. Ég mætti á vitlausum dag. Já, Beðið þér einhvers staðar. það var mér að kenna. Tek það á mig. Á það til að gleyma einhverjum svona litlum smáatriðum. Já, það allt í lagi. Ég allan hérna núna. Já, Ég rataði. það gott. Já. Þá lendir ekki bílslys á leiðin á milli staða. Það hefði verið þér að kenna þá. Já, ég veit það hefði verið bara hræðilegt. Já. Hvernig hefði þá liðið? En hvað segirðu gott? Hvað er að frétta? Herri, ég segi bara allt mjög gott. Já, Og já, ég er bara rosa góður. Og ég vona að þessi þáttur líka fari í loftið. já, Af því við höfum reyndið þetta áður. já, við reyndum þetta Það áður. er rosa mikið klúður í kringum þetta viðtal. Ég veit það. Við höfum reyndið þetta áður, sá þáttur týndist einhvern veginn og týndist var svo bara, þetta var allt í einhverju rugli. Þannig að Já. En við erum að gera aðra tilraun hér og þetta verður örugglega bara ennþá betra. Sko. ég held það. Við erum búin að æfa þetta. Já, við erum búin að æfa. Já, við erum búin að gera svona pröfu þetta. Núna bara búin að melta þetta í árið eða eitthvað. Já, svo komum við að þessu Já. aftur. Þannig að ég er bara ready. En hvað ef við byrjum bara á byrjunni, hvaðan kemur við? Herðu, ég kem frá bara mömmu. Já, úr mömmuðinni. Já, Ok, já, ég veit ekki hvort það sé algengt eða ekki. nei, En allan það er mín saga, svona Já. origin story. já. Uh, Vistu fættur og uppalinn í Reykjavík eða? já, við sem sagt, þegar ég fæðist þá búa þau í Vesturbænum og ég er þar bara einhverja nokkra mánuði. Svo flytja þau í gerðin, Háagerði og ég er þar til 3 og síðan eftir það er ég búin að vera, eða sem var ég í Seljakverinu, þannig að mér líður eins og ég sé frá Seljakverinu, þótt að fyrstu 3 árin hafi ég ekki verið þar, en svo var ég restina, þess að ég man eftir mér er Seljakverið. Já, og fórst í grunnskóla þar og... Já, fór í 2 grunnskóla þar. Já, fórstu reikin úr öðrum eða? Nei, við bara fluttum, voru rosa mikið, ég hef átt heima á svona 15 stöðum í Seljakverinu. Já, ok. Það liggur við. Hvað, er þið mörg sískinni eða? Við erum 3 bræður. Já. Þeir eru, ég nánast einbyrni að því að þeir eru 14 og 17 árum eldri en ég. Já, ok. Þannig að þeir voru fluttir að heiman bara mjög fljótlega eftir ég fæðist, sko. Já. Þannig að ég var spiltur af öllum. Þannig að ég var með 2 eldri bræður sem voru það mikið eldri að þeir voru ekkit að pína mig, skilur. Ég var bara það lítill að... Já, það var ómikill aldursmil. Já, það hefur verið mjög skrítið þegar að vera... Já, það hefur verið mjög óvegend. Og þú ert sonur Latta. Já, ég hef ekki síðan neitt faðernispróf, en mér skilst það. Þið eru mjög líkir. Já, það er mjög hvað fólki finnst. Sumir finnst ég ekkert líkur hann og sumir finnst ég alveg svo hann. Þú ert alveg eins og hann, talar líka svolítið eins og hann. Já, ég held sem við erum allir bræðinir og pappi við erum með svipaða rödd, sko. Já. Það er allavega smá giveaway. Og hvernig var svona, þú veist, pappiðin hefur... Svo er ég með kringlóta andliti, það er úr móðafjölskyldinu. Já. Pappi er ekki alveg svona kringlóti. Hvernig var að vera, að því pappiðin hefur náttúrulega bara verið frægur allt þitt líf. Já. Þú veist, og bara legend í þessum bransa. Já. Hvernig var að alast uppi það? Skerður alveg grein fyrir því? Sko, það er reyndar náttúrulega fólk bara og krakkar, þú veist, það er bara svona er lífið. Þú veist, þetta er bara heimurinn minn og svona, þú veist, mér fannst skrítið að pappi þinn ekki í sjónvarpinu. Þú veist, heyrir ekki röddin hans pappa eins í öllum teiknimyndum. Og þannig að fyrir mér var þetta náttúrulega bara eðlilegt. Það var kannski bara þegar maður var eldri þegar maður fyrir að pæla, já, þetta er ekkit eðlilegt. Þú veist, þetta er ekki normið, skilur við. Þannig að það var, þetta var gætt verið skrítið, náttúrulega allir hafa mikla svona, fólk hefur mikið áhuga á pappa og mikið spurt og svona, já, það er mikil athygli á það skilur. Já. Þannig að það hefur alltaf verið svolítið svoleiðis. Og var mikið, þú veist, eitthvað svona heima
að koma leikarar heim til þín og... Nei, ekkert eitthvað mikið þannig sko. Nei, sko mamma og pabbi skilja þegar ég er 7 ára. Já. Og nei, ekki svo ég mun eftir því hvað þannig en maður var ofta fara með, fara með honum í stúdíu og kannski taka upp eitthvað teiknimynd eða maður gera raddir og maður verið á einhverju setti einhver staðar en nei, ekki þannig, ekkert mikið sko, bara. Hann er alltaf ógislega góður í að gera raddir, hann var allar raddirnar eða ekki í strumpunum. Jú, það var það, og ég var víst obsessed af strumpunum. Það var, ég vaknaði bara á nóttunni víst, ég átti allar spólunar, ég veit ekki hvað redda því. Nei, hvernig þetta? Já, einhvern veginn átti ég allar spólunar, og það var víst bara, þá vaknaði ég á nóttunni og setti spólu í gang. Já. Vaffa og S-spólu, ég það gammal. Sko. Já. Hvað ár gerðu? Ég er 83. Já. Þannig að, já, ég man eftir þessum strumpaspólum, sko. Já. Og ég átti líka strumpaplötu. Já. Þannig að þetta er... Já, þetta var... Og það var, mér fannst svo magna að hann væri allar raddirnar, hann var bara... Nákvæmlega. Já, þú veist, ég er einmitt ekkert vissum að ég hafa gert mér grein fyrir því ég var svona lítill. Já. Þú veist, þarna er ég ekki... Þetta var í háagerði nefnið, þannig að ég er áður í með 3 og flytjum, þannig að það er ekkert endilega, ég hef ekkert endilega gert mig grein fyrir þetta væri pabbi, en það var eitthvað sem dróð mig að þessu sem hefur vantilega verið raddirnar, sko. Já. En já, ég er ágættur að búið til raddir en eins og þú sagði, við erum mjög svipað rödd, þannig að þetta er mjög svipað, þú veist, ég get hent eftir þessum flestum röddunum hans og þannig að, já, þetta ég hef ekkert verið að fara út í það því að það er vola bara sama röddinni. Og hvað þegar þú varst í grunnskóla og svona, hvernig gekk þér í skóla og varst góður í... Ég var rosa góður í frímínútum. Já. Ég var rosa geggjaður í frímínútum. Nei, ég var ekki góður í skóla. Nei. Ég var svolítið að trufla líka, vera fíblast og það var og ég náttúrulega tala mikið í mínu uppistand og svona kvíða sem maður bara sé svona eftir á að þú veist maður var að fíblast og eitthvað því að mann leið ekkert endilega vel og já, var bara í einhverjum kvíða og vissi hvernig átt að díla við það, þannig að það fór út í kannski bara að trufla aðra og vera með læti eða svo því ég var eldri þá var maður byrjar að skrópa og svona, þannig að ég var ekki mikill skóla, mikill námsmaður. Nei, og hvað var það sem að, þú veist, olli eða startaði þessum kvíða, veist það? Sko, ég djóka með það í uppistandi að ég held ég að nú bara fæðist í kvíðakasti. Já. Og kom bara út öskrandi á grænindi og það er ekkit eitthvað sem að ég held að þetta sé bara, það er bara eitthvað gallaður, skilur, það er bara það er eitthvað að þessu já, það er eitthvað blélið taugakerfi bara ég hef oft lýst þess eins og ef maður væri bíll þá er þjófvörnin hún er alltaf í gangi já. Það er bara, ég er alltaf bí það er alltaf, það er eitthvað já. Hvenær fattaðirðu að það sem var að væri kvíði? Ég fattaði það eiginlega ekki sko ég á, eins og segi, 2 eldri bræður og elsti bróðum minn, hann hefur glímt við svona kvíða og þunglindi og þannig að hann þekkti þetta bara hjá mér, þú veist, hann kannast við frá sjálfum sér. Þannig að hann svona eiginlega byrjaði svona, getur verið eða þú sért eitthvað kvíðin með eitthvað svona og það, já, ekki fyrir en ég er tvítut, eitthvað yfir tvítut sem ég fer á stað sem heitir kvíða meðferða stöðin og teka eitthvað svona próf þar og þá kemur bara ljósa ég með ofsakvíða og félagsfælni. Það var svona mitt major, mitt aðalvandamál. Og það með þess að kom mér óvart, sko. En það útskýrði samt svona minn kvíða var oft svona eitthvað hvað öðrum finnst og líka einmitt í skóla hafði rosa mikla áhyggjur að eitthvað myndi fatta að ég væri vitlaus. Já. Þú spurður eitthvað spurningu að kennaranum
og ég myndi ekki vita svarið, þannig að ég var náttúrulega bara látið svo vitleysingur, þannig að ég er bara látin í friðið og ekki spurður og þú veist, já, þannig að Hvernig hefur þú veist unnið eitthvað í þessu eða þurftir að fara á lyf eða? Já, ég fór á lyf og ég fann bara strax að það var eitthvað sem að ég þurfti. Já. Og ég veit að það er margir sem segja að það þú veist, þetta tekur nokkra vikur eða eitthvað svona til að byrja að virka, en hvort það hafi verið bara svona hausinn á mér, en ég fann bara mun við fyrstu töflu, sko. Já. Ég fann bara að fór eitthvað, já, það er greinilega eitthvað sem ég vantaði og það bara losnaði þessa steypu sem var í hausnum á mér, sko. Ég var einmitt líka, sko, þegar ég var, hvað segir mér, ég held ég hafi líka alltaf verið með kvíða. Já. Ég ólst upp við skrýtnar aðstæður þar sem ég þurfti að fara á bát í skólan og alls konar svona sem kom upp á og ég held ég hafi bara orðið kvíðin út af, þú veist, þetta er bara taugakerfið svona upptrekt. Já. Og þegar ég var fyrst greind með kvíða þá fekk ég bara svona blað, mér varst kvíði ekki vera eitthvað greining. Þetta er bara tilfinning. Já. Þannig að ég var bara, já, þú ert með kvíða og ég var bara eitthvað kvíðaröskun, já. Hver er það? Já, kvíðaröskun. Eitthvað kvíðaröskun og ég fekk blað með mér heim svona, það sem ég átti var bara, ok, og þetta var eina sem ég hafði, þú veist. Já. Ég var bara, ok, þegar ég var, að ég held alltaf að ég var að vera geðveik, sko, þegar ég fekk kvíða. Já. Það leið mér bara svo ég var að missa viti, sko. Já. Þegar hausinn á mig var bara, þú veist, bara, hvað með þetta, þú veist. Og mér fannst það svona, þú veist, að vissengin á þessum tíma fannst mér allavega. Ég upplifði þannig að það var ekkert rosalega margt í boði. Þú veist, það var bara svona hugræn atferlismeðferð sem er frábær. Þú veist, það bara, hvað er það versta sem getur gerst og ef þú sætti við þá niðurstöðu að þá þarftu ekki að kvíða þessu, skilja. Algjörlega. Í svona, en mér fannst þetta einmitt vera bara, núna er bara allir með, ekki allir, mjög margir með kvíða. Já, það er nefnilega oft svona þegar maður segir ég með kvíða þá er svona hver ekki með kvíða og kvíði er náttúrulega part, eða þú veist það er allir með ykkur part af kvíða og kvíði getur verið ekkert endilega slæmur, það er bara ok, ég er að fara í prófa morgun en þú veist, ég ákast ekki að vera alveg sama og báta rólegur, smá kvíðið þá ferðu, ok, ég fer að læra á eitthvað svona eða þú ert út í skógi og það getur verið hættulega dýr skilur eða eitthvað á kvíðið, þú verður undirbúin en svo þegar þetta er farið að, þú veist, þú ert bara alltaf með, eins og ég sagði, bara með bilaða þjóðverð, núna er alltaf í gangi, þótt þú sé ekkert í gangi, en samt ert þú alveg bara tilbúin í það versta og þá er það kvíða röskun skilur og fugsar allt og alltaf bara versta er að fara að gerast og ef ég svara símanum þá er eitthvað dáinn bara, en þau lifna við ef ég svara ekki skilur þú veist, það er bara því líka mátt sem ég hef bara ef ég svara símanum þá er bara eitthvað náinn með dáinn það er alltaf eitthvað að láta mig vita þú veist en bara ég svara ekki, þá er allt í góðu það er þessar hörmungar hugsuna sem ég líka svona sko, þú veist, það er bara ég verið alltaf að bíða eftir slæmum fréttum sko. Ég var með ógeðslega óheilbrigt motto þegar ég var yngri að búast alltaf við hennu versta þá verið ég ekki fyrir vonbrigðum sko. Það er mitt, kannast þið það þú veist, frábært og uppbyggilegt motto bara kenna börnunum okkur þetta alltaf bara búast við versta bara versta, þú veist, alltaf búast við að ég degi á leiðin heim úr vinnunni þú veist, en þetta er náttúrulega en það er rosalega jákvætt að sé verið að tala um þetta og ég held að þú veist, ef ég hef verið uppi þú veist, með alla þessa samfélagsmiðla þegar ég var að díla með minn kvíða þá væri ég bara, ég veit ekki hvað ég væri sko. Þú veist, ég held að samfélagsmiðlar búi til kvíða sko. Já, klálega þú þarfst að fá áhorf, þú þarfst að fá lækin og þarfst að þú veist bara, akkur er enginn að læka myndina mér býtu, er ég ekki sæt er ég ekki skemmtileg, þú veist, ég bara get ímyndað mér að, þú veist, úlingsstelpur og strákar séu bara eitthvað svona, þú veist, það er allir obsessed alveg svona, þetta er svo sjónrænt þú er bara, ég er bara með svona lítið áhorf eða svona þú veist, lítið að lækum og akkur er 300 eitthvað búin að horfa á þetta en bara 12 búin að læka þú veist, og þetta, ég held að þetta verði bara einhver þráhyggju sko. Klálega. Og ég held að ungar stelpur í dag séu mér rosalega óheilbrigða mynd af því hvernig lífið er sko. Já,
það engin honest, það allir bara eitthvað Nei, sjáðu hvað við erum öll hamingjusum og sjáðu hvað ég á ógislega fallegu börn sem öll í, þú veist, afrekshópum í öllu sem þau gera, þú veist. Stilt upp rosa falleg mynd, engin veit 5 mínútur áður voru allir á öskakvæðan Já. farið í og verið kjöruð og við ætlum að ná fullkomni mynd, skilur. Ég segi þetta rosalega þegar ég að taka mynd af fjölskyldinu minni, þá djóka ég alltaf með þetta, ég bara svona láta eins og sé gaman, Já, láta eins og ykkur líði vel. Já, við erum hamingjusum. Já, við erum hamingjusum, við erum að láta alla trúa því. En þetta bara svolítið. Lífið bara alls konar og Já, þetta bara glamúrmynd. Glamúrmynd sem mjög óheilbrigð og ég held að vanti svolítið sko einhvern sem bara svona alveg að sína rétta. Nákvæmlega. Hvernig þú vaknar á morgnana. Já, og bara með þrútinu og ágæritur. Ég bara með kotta fari í 3 tíma eftir að ég vakna sko alltaf á sömu hliðinni bara með svona. Mér stóð eftir að taka svona selfie heila viku. Já. Nývöknuð, dagur 1. Já, ég of gömul í það, skilju. Það þetta allt bara make-up. Já, þetta allt bara filterar og make-up. Já, en þú veist, unga stelpur alveg sætar þú þessi ómálar. Það allir sætir ómálar. Ég það ekki, tjóka. Nei, ég tjóka. En maður minn segir í sig sætust ómálu, sko. Nákvæmlega. Ég veit það ekki. Ég held að það sé bara hann blindaður af ást. Já, það bara fallegt. En hvað, kláraður eitthvað framhaldsskóla? Fórstu? Sko, mér veist bara ótrúlegt að ég hafi farið í framhaldsskóla af því ég bara hlakkaði til að hætta og bara svona í 9. og 10. bekk þá bara valla fór ekki í skólan sko, og ég skil ekki þetta okkur að það var bara í lagi þannig séð og ég vil bara láta vita að mamma vissi ekki eins og af því skilur það var ekki svona að láta að vita þannig séð, eitthvað og það var bara tekið á því að ég var erfur að skólastjórinn vildi til dæmis taka mig bara úr skólanum, bara alveg í skólakerfinu það byrjaði í 8. bekk þá var hann bara, þú vilt ekkit vera hérna og mér langar ekkit að hafa það hérna skilur, vilt ekki bara hætta skilur og það var eiginlega bara einhver þrjóska til að fara í taugunar honum að ég hélt áfram kannski var þetta öfu sálfræði kannski var hann að það sniður þannig að ég eða hann vanhæfur í starfi sko hvort það? Ég hef mína skoðunir á þessu starfi sem hann var með þarna hann var rosa góð við góða nefndur ég tala við fólk sem voru góði nefndur bara það var besti skólastjóri í heimi ekki eða var eitthvað smá vesinaður þá hafði hann enga þólum að vera því og var eins og segi byrja bara, þú veist, það sé lausnin bara taka múr skólakerfur. Já. Bara farð þú að vinna í fiski. Já. Og svo bara, ég var hættur að mæta og þá fannst þeim það bara fínt, skilur. Þá þurfti ekki að díla mig. Varstu þá svona eins og núna væri talið bara ofvirkur eða? Eða bara ADHD eitthvað? Já, þú veist, ég var örugglega, þú veist, ég var ekki með athygli ég valdi verið með grindun eitt og þannig, en þú veist, ég veit það ekki, það gæti vel verið. En hvort það hafi verið bara kvíðin, eins og segið, þú veist, ég var hættur að læra heima af því að, þú veist, þetta er bara eitthvað sem ég áttaði mig á eftir á, þú veist, að ég myndi leggja mig fram eða þú veist kannski undirbúið mig fyrir eitthvað próf og ég myndi samt falla þú veist ég gerði mitt best og ég var að læra á allt samt fjall ég, það er bara staðfesting á að ég sé vitlaus en ef ég bara eitthvað þú veist ég lærði ekki sem fyrir þetta Nei, það voru þetta bara mér er alveg sama með þetta þótt þess að vera alveg sama og en ykkur hluta vegna þá fór ég í FB og það var eiginlega fyrst sem ég gekk ágætlega í skóla því ég var þar fyrir mig ég man að ég ykkur tíman átti að skilja inn eitthvað ritgerð eitthvað og ég var hæstur í bekknum og mér var allt inni þá bara út að kennarum mér fannst það skemmtilegur ég var allt inni fannst mér gaman að fara í starffræði það var bara, þú veist, ég skil það ekki ennþá í dag af því það er ég bara tölu umlega og kom ykkur tölu þá var bara detti út sko en mér fannst actually gaman í starffræði í FB í smá tíma. En svo kemur þetta með kvíðana ég svolítið svona fer á minn verstastað þar þá hætti ég skóla og svona. Af því þar var ég líka byrjar að deyfa mig
svona, já, var bara í að prófa eitthvað alls konar rugl og Já, áfengi og já, ég byrjaði náttúrulega að drekka 13 ára, sko. Já, Og þarna var maður að byrja að prófa eitthvað meira og til að deyfa bara því að, já, kvíðin bara hvarf. Bara að maður var búin að drekka að fá sér eitthvað, þá bara engin kvíði. Og sko, já, maður fór að hinna bara all in í ykkur að því bara engin kvíði og ég bara útopnu, sko. En það kemur í baki á þér og það er mitt, því ég er svona 17-18 ára, það bara fer ég alveg og hætti skóla og er svona í smá svolítið týndur í nokkur ár og var í mörgum vinnum og ég var ekki beint í rekin og ég hætti bara að mæta. Já. Og það kom fyrir einmitt bara einn mánudagsmorgun, þá var ég bara ekki í standi til að mæta og þorði ekki að hringja með inn veikan og þorði ekki að hringja og svo að því ég leti ekkert vita mér þeim degi, þá var þetta ennþá verra. Svo allir bara, ég ekkert búin að mæta í vinnunni 3 daga og ekki svara símon og var bara í félamundi sængskilur, þá var svona, já, ég býstu og sett hættur í vinnunni og bara, þannig að, já, ég var svona já, nokkur ár þarna, frekar týndur en fyrir svo að lifa þarna upp á 20. Já. Og ég man eftir bara einu atriði, þá var ég með félaga mínum og við vorum eitthvað bara á rúndinum og hann alltaf þekkti mig mjög vel, þú veist, og hvernig ég var með minn kvíða og ekki endilega við vita að það var í kvíði en þannig sé, sko. En við vorum eitthvað keyra niður í bæ og við sjáum eitthvað svona hvalaskoðunar fyrirtæki og hann segir eitthvað, hvað ætli þetta kosti? Og ég eitthvað, herri, ég hleyp bara inn og næ í bækling og hann bara misti andlitið. Þú veist, að ég ætla að fara inn og eiga samskipti við einhverja okkur manneski og hann, þú veist, ég kom til bara, hann eitthvað, veistu hvað varst að gera? Ég eitthvað, hvað? Þú fórst inn að, ég eitthvað, herru, já, hver er þetta, skilur? Og bara, þú veist, svona eitthvað, þetta er ekki merkilegt að fara inn og ná einhvern bækling, en þú veist, það hefði ekki verið séns fyrir mig að gera það áður. Og þetta var eftir að byrja þér á? Já. Þannig að bara, þú veist, ég þóra ekki að fara á Subway, af því að ég vissi ekki hvernig það virkaði, það var ómikið að velja og eitthvað, þú veist, ég bara sá fyrir mig bara allir í röðinni og bara, þú veist, veldu eitthvað, ég verið vitlaust. Já, bara, ég ætla að fá þennan bát, hvað er það, þú veist, allir bara eitthvað, drullaður út, kanntu ekki svo velja bát. Nei, það er ekki það þetta, system. Hvernig fannst þér, þú eru upp úr 20 og byrjaði á lyfjunum? Já. Og ert að taka þau í enn eða? Já, ég er ennþá. Ég hef prófað að hætta og það gekk ekki. Nei. Þetta getur verið bara líffræðilegt líka, sko. Já, ég held að sé eitthvað svolítið sem mér, sko. Já. Þetta er bara, þetta er eitthvað, já, það er eitthvað svona framleiðsla á einhverjum efnum sem er ekki. Það vantar eitthvað. Já. Og hérna, hvað gerir þú svo eftir 20? Hvað fórst eitthvað aftur í skóla eða? Nei, ég held ég sé bara ennþá traumatized yfir bara minni skólagöngu, bara eins og mér leið, ég tengi ekki skóla við eitthvað gott. Nei. Það er náttúrulega gott fyrir fólk að læra og mennta sig, en fyrir mér að vera bara inn í einhver skólastofu eitthvað, bara minnst þetta að vera bara eitthvað næstu í helvíti bara. Þannig að já, ég bara, já, ég byrjaði, ég var í fyrst skipti með uppistand 20 og þá var ekkert mikið að frétta í uppistandi á Íslandi, þannig að það var ekkert mikið að gera, maður kannski verið með uppistand 2-3 ári, sko. Já. Og svo bara eftir því sem meira ég fór að gera því betra var það fyrir mig og minn kvíða, því ég gæti vera að vinna úr pínu svona sálfræði, eða þú sálfræði tími, að fara bara på svið og tala kvíðan sinn og gera grína því, þá breyta þessum vandamálum í brandara. Já. Þannig að þetta hættir að vera vandamál og verður að bytti, eins og maður segir, að verður að brandara eða gríni, og þannig að þetta voru eitthvað jákvætt. Þannig að þetta var að fara að vera þannig eitthvað, herðu, þetta var hræðilegt, en þetta er fyndið. Þannig að ég ekki gert grína því og
hjálpaði mikið og líka bara að fara upp á svið og já, vera fyrir framann ókunnugt fólk og þú veist, þetta er svona eins og exposure therapy já, þetta hjálpa með kvíðan og félagsfælni, en þú veist, ég náttúrulega, fólk var alltaf að spyrja, hvernig þú eru að fara upp á svið og út með kvíða, já, ég væri miklu hræddari við að vera út í sal sitjandi með ykkur, en ég er bara einn upp á sviði og ég veit hvað ég ætla að segja og svo er ég búin, þá get ég bara farið en ég get að fara að mingla við fólki, skilja, því það, small talk það mín martröð, skilja en svo fyrir nokkur mánuð síðan fór ég að vinna sem leiðsögumaður og það svona, það eru margir sem eru í ykkur svona, sem marga leikara og uppistandar og svona, þetta mjög gott starf fyrir þá að því að þú ert og þarf að vera skemmtilegur þú veist, ég er bara í rútu með mikrofón og er að segja ykkur að brandara en ég þarf líka að vita eitthvað landið, þannig að ég er búin að vera smá í skóla að læra landið og allt svona en ég þarf að tala við fólk líka og þú veist, þetta bara búin að vera 1000 manna sem ég þurft að neyðst til að tala við og interakta við og svona, þannig að það smá svona búin að hjálpa manni með félagsvenna og svona. Já, ég get alveg ímynda mér. Þannig að ég finn bara mun á mig hvernig ég get svona betur með small talk við fólk. Og hvernig þá, mér finnst það alveg magna að geta farið upp á sviða því að þetta bara, þetta rosalega mikið hugrekki að fara og ætla sér að vera fyndin og svo bara ef engi hlæra þá myndi maður bara það bara ótrúlegt að stíga þau skref sko í fyrst skipti sem ég gerði það var ég neyddur til þess að því ég nefnilega efumstum að ég hefði tekið skref sjálfur þá var ég að vinna á stað sem heitir Flytjandi og það var ein kona á skrifstofunni sem að því ég var svolítið eins og ég var í skóla, ég var svolítið mikið bara fíblast og já, ég fór að gera eitthvað símarheggi frá úr vinnusímanum, það var alltaf strákar, við vorum svo strákarnir á pallinum, skiljum, en það var að ringja hvert að því að ringja með eitthvað símarheggi úr vinnusímanum frá, það var svona, já, við sko reyna að hætta, en þú veist, ég var svolítið mikið fíblast bara og svo var kona á skrifstofunni sem að lef mér bara vita að það er ásáttíð hérna og þú verður með uppistand og það var ekki, viltu vera með uppistand þú verður með uppistand já, þetta er bara komið á planið og svona og hún gaf mér bara ekki tækifæri til að segja nei og ég fór í náttúrulega bara full panic attack og drakk í mig kjark og þannig að fyrst sem ég fór upp þá var mér svo Hótel Sögu, þetta þvílíkur stað til að byrja á, bara í Súlnasal í Hótel Sögu, það var mér fyrsta uppistand. En ég man bara, ég fór á sviði, gerði eitthvað, svona var bak við tjöldin og kom svona eitthvað og fekk hlátur og þá bara einhvern veginn gaf mér eitthvað og ég fer og segi eitthvað brandara sem ég var tilbúið með og fekk bara hlátur og það er ekkert aftur snúið eftir það. Og þetta er bara þetta er bara eins og eitthvað dóp ég þarf skammtinn minn ég þarf bara að fá þetta er eitthvað adrenalín náttúrulega kick og þú fer þarna og bara heyra hlátur þetta bara gefur manni svo mikið þetta er bara, það er ekki hægt að lýsa þessu þannig að það er sterkar en allur kvíði en ég get samt alveg viðurkennt það 100 skipti sem ég verið út á bílastæði fyrir framan eitthvað, þú veist, það er eitthvað ásatíð inni, maður heyrir allir hlæjandi og gaman og ég er einn út í bíl og bara, hvað er ég að gera? Akkur er ég að koma mér í þessa aðstæður? Hvað er að? Þetta fólk er að hafa gaman núna, svo þarf að stoppa, kynna mig inn og ég á, þú veist, hvað ef ég drepa niður alla stemningu, skilur. Og svo fer maður inn og maður bara, ok, ég er að fara að eyða ekki kvöldi fyrir öllum bara og svo bara, heyri ég hlátur þá svona, nú man ég akkur ekki þetta en já, ég bara ótæljandi skitt sem ég verið bara á bílastæðinu bara, af hverju er ég að gera þetta af hverju er ég að koma mér í aðstæður en þetta er alveg, hlýtur að vera mjög gefandi og líka bara sigur í hver skipti, þú veist, á þessu félagskvíða og algjörlega af því að þetta er ekkert þetta er alltaf, já,
þetta er alltaf smá sigur Já, og maður finnur fyrir, ok, ég gerði það. Já, ef ég á að segja eitthvað fyrir framann, þú veist, bara maður var með barnaamali eða eitthvað og maður svona takk fyrir að koma í amaliðnar og hérna ætlum bara bjóða okkar að gera svo vel og ég veist, það minnst það bara erfitt. Já. Þetta er bara eitthvað, þú veist, þetta er ekkert. Bara svona, takk fyrir að koma, þetta er bara eitthvað svona. En það er eitthvað svona, ég fer ekki beint í karakter, en ég verði uppistandarinn Þórhallur. Já. Það er ekki alveg Þórhallur, það er svona, ok, þessi uppistands Þórhallur, hann er með miklu meira sjálfsöryggi, sko. Hann er örugur, ég fer í svona, detti í einhvern gýr, sko. Þetta er svona fake it till you make it. Já. Og emitt, ef ég þarf að segja, gjör svo vel, allir í ammálinu, þú veist, þá fer ég líka, nú er ég þessi. Já. Það er ekki alveg ég, en einhver útgáfa, sko, fer í smá karakter. Já. Hvað, þú hefur sagt mér það að þú veist að fólk hefur oft verið að biðja þeim að vera eins og pabbiðinn. Já. Hvernig... Taktu pabbaðinn. Já. Það hljóma mjög illa. Já, mjög slæmt. Taktu pabbaðinn. Það sé eitthvað. Það er ekki illa. Það er eitthvað ólöglegt. Já, eins og segi, bara alla mín ævi hefur fólk verið mjög forvitið pabba og allt í kringum það og hann skilur og svona, getur verið með, kannt þennan karakter og kannt þessar raddir og eitthvað og þannig að... Bara má ég vera með mitt eigið? Já, ég er bara svolítið að reyna að gera með mitt eigið mitt. En já, þannig ég hef ekkert verið mikið hvað maður segja, að þegar fólk er að biðja mig að gera, ég hef ekkert verið mikið í því, sko. Nei, en það viltu gera þitt eigið. Já. En pabbiðinn er alveg svolítið svona feiminn að eðlisfari. Já, sko ég held að hans kynslóð kalli feiminn kvíða. Feimni. Já, feimni. Já. Þannig að það sem hann talar sem feimni held ég sé félagsfælni. Já. En nú er ég náttúrulega bara að tala frá þér. Já. En ég held að hann sé mig allan að, kannski ekki slæmur ég, en með hvernig hann hefur talað þú veist eins og þegar hann var í skóla, það var, þú veist, Vesta var að vera kallaður upp á töflu mitt, þá fór hann sem einhver karakter upp á töflu og þannig að, þú veist, ég tengi alltaf við það, bara ég segi, já, svona var ég líka, skilur, þannig að ég held að og búið til þessa karaktera, þannig að þá var ekki hann að fara upp á svið. Nei. Og þannig að ég held að sé eitthvað kvíði eða félagsfælni sem hann kallar að vera feiminn. Já. En það er bara mín... Já, þú ert ekki að greina hann. Nei, það er mín kenning. Já, það er alveg, ég held að sé alveg rétt hjá þér, það er svona feimni og þú veist, og ég hitt hann einhvern tímann og ég og vinkonum mín alveg með þá mynd með þér og hann var alveg svona, hann fannst það ekki þægilegt og maður var alveg bara svona, þú veist, maður hélt einhvern veginn að hann væri, þú veist, þessi bara... Já, alltaf mjög opinn og það er mitt sem ég hef heyrt eitthvað, já, ég sá pappa hann í búð og hann var bara eitthvað, er hann mjög leiðilegur, bara eitthvað, nei, hann var bara út í búð. Já. Hvað hann að vera að gera? Hann er bara að fara að kaupa sér rjóma, skilur. Hann að vera bara í karakter og vera... Já, hann er bara eðlilegur maður inn á milli. Já, þannig að... Bara yfir höfuð. Ég sá hann bara eitthvað á kaffihúsi og hann fannst sér kaffi og var ekki brosandi eða þú veist. Já. Bara hvað, þú veist, hvað... Hvað vilt hann gera? Já. Það er ekki alltaf bara... Já, mitt. Þannig að þetta er svolítið fyndið. Hvað er í dag? Þú ert komið með barnið, ekki? Jú. Ég var 3 ára brjálæðing og já, það er bara geggjað. Eina barnið þitt? Eina barnið mitt, byrjaði svolítið seint, 39 ára þegar hann fæðist. Já. Ég einhvern veginn hélt að það var ekki eitthvað sem ég myndi upplifa. Heitir hann Þórhallur? Hann heitir ekki Þórhallur, nei. Hann heitir Krist Þór. Já. Krist Þór, mamma heiti Kristín og ég heiti Þórhallur, hann Krist Þór. Krist Þór Hallur? Nei, ekki svo gott, Krist Þór Rúnar og já, það er bara aðeinslegt. Og þeir eru saman? Já, allt í gúti. Lukkunni velstandi? Já. Fyrir myndina. Já, fyrir myndina. Og hvað ertu að gera þessa dagina? Herðu, ég er bara á fullu í uppistandi, leiðsögumaður
og pabbi. Þannig að það er bara nóg að gera. En hvernig, ég ætla að spyrja líka með leiðsögnina. Já. Finnur þú veist, af því að Íslandingar eru oft sagðir vera með rosalega svona dark húmor. Já. Og svolítið yfirgengilegan að því ég var alveg kynst í við erum með hótel og fáum starfsfólk alls staðra. Þau eru stundir bara í einhverja vikur að skilja okkur af því að við erum svo ógeðslega kaldhæðin. Kaldhæðin, já. Hverjir eru með, finnst þér besta húmorinn og versta af útlendingum? Sko það er náttúrulega fyrsta lagi hvort þið skilja ensku eða ekki. Það er rosalega, ég veit oft bara í byrjun dags og maður er að fara eitthvað út og þetta er alltaf langi túrar þannig ég er að fara að vera með þessu fólki í allan dag og ég byrja á að kynna mig og gera grína nafninu Þórhallur og eitthvað og ég er með svona brandar sem að virka alltaf og ef það kemur ekki hlátur þarna þá er ég að segja ok, þetta verður svona dagur já. Það er, meirhlutin skilur ekki ensku og þeir sem skilja ensku eru leðilegir. Nei, það er bara einhvern veginn svona, sumi bara brandar maður svona, heyri bara, ok, þetta fólk er í stuði í dag og svo ef það kemur ekki hlátur, þannig að ok, þetta verður aðeins meira áskorun í dag en já, og svo stundum er ég að, fólk er eitthvað að spyrja eða kalla og eitthvað og ég svara og ég gleymi stundum og ég svara eins og ég væri að svara Íslending, svona í ykkur kaldæðinu og er svona svolítið að gera grína að manneskinu og svo ef hún kemur ekki hlátur þá hef ég stundum svona eitthvað, ég gleymi stundum að við Íslendingar erum með mjög svartan húmor og kaldæðinu og svona, þannig að ekki taka mig of alvarlega. Þannig ég þarf álega stundum að taka það fram, ekki taka mig of alvarlega, ég er stundum að stríða ykkur, þú veist. Þannig, ok, þannig að þetta er ég segi þetta fylgir bara með það er mikið myrkur hérna marga mánuði ári og það bara fer út í húmorinn sko. Já, það þarf bara að vera þannig að því ég get oft, maður er oft með eitthvað sko, ég hef oft sagt eitthvað sem að fólk er bara svona þú taka það ekki alvarlega þetta er auðvitað grín já, eins og bara við erum öll skild hérna á Íslandi það er ekki grín það er reyndar ekki grín en þetta er oft svona maður er alveg bara að því að ég held að húmórinn okkar sé alveg svolítið sérstaklega Bretar svona næstur okkur eða Finnar já, þeir eru með Bretar og Ástralir eru líka með mikinn húmór Þjóðverjar þeir eru alltaf á réttum tíma Já, allána, þeim eiga það. Það, þetta er náttúrulega, það er ekki þetta alhæfa náttúrulega, en það var misjætt. En þetta er aðalega vesen ef að fólk skiljur ekki ensku. Það er svona. Það er svolítið, það er ekki svona eins og frakkar, þeir tala ekkert mikið ensku. Þeir eru svolítið bara, Já, það er rosa. Ítalir og svo, þetta er Og hvað gerir þá? Ertu þá bara að segja ekki neitt? Nei, ég þarf bara náttúrulega bara að segja mitt og það er eitthvað sem skilja náttúrulega alltaf og svo bara þarf maður bara að vona að fólk skilja allavega hvernig það koma aftur í rútuna. Þannig að stundum þarf maður að taka eitthvað fyrir sko, veistu örgulega hvernig það koma aftur og ég þarf stundum að sýna bara á símanum. You come back og sína þeim Finnst þér alveg nóg að gera í túrismannum núna? Já, nóg að gera það er nóg að gera það er og minka sín í fyrra sko það var átt að vera miklu rólera og það var eitthvað minna svona eins og skemmtiferðaskip að koma því það var búið að hækka okkur gjöld en þau þurftu að borga þá aðeins minna en svona heildina er bara, eins og segja, það er nóg að gera. Það er alveg. Og hvað er svona framundan hjá þig núna? Herðu, ég er að fara að gefa bók. Þú ert ekki að fara að gefa? Nei, ok, já. Fyrir það sem að, ég veit ekki, þá spurði ég hann hérna á hann, þú ert að fara að gefa út bók, það ekki? Hann bara, nei, það verður eitthvað slís. Já, akkurat hérna, hvað? Ég fór ekki út bók. Nei, ég framöndan hjá mér er sýning. Ég er með sýningu, uppistandsýningu í Tjarnarbíó, 9. október. Þetta er sýning sem ég er búin að vera svolítið að flakki með. Þannig að þetta er loka sýning
og ég ætla að hafa hana rosalega flotta og ég ætla að taka hana upp Já, og ég ætla að reyna að koma henni einhvers staðar. já. Einhvers Í staðar bók. Í bók, hún voru gefin út sem bók. Það er kannski spurning. Uppistaðarsýning í bókaformi. Brandari, hlátur. Já, það er geggjað. Það er, ég meina, það er eitthvað nýtt. Já. Prófa eitthvað nýtt, Já. gefa út uppistaðarsýningu í bókaformi. Hvað, ertu bara einn allan tíman eða er eitthvað með þér? Eða? Sko, ég fæ 2 vini mína til að hita upp, Mm. Lofísa Lára og Sigur Anton, tóni, og svo bara tek ég við og er með mitt solo show. Já. Hvað er þetta að fá miða? Það er bara inn á tix.is. Hvað kostar inn? Það kostar 4.900 Já. og sýningin heitir Segðu hvað fyndið, sem allir uppistandarar, eða þeir sem er ykkur í gríni, kannast við. Allir sem að vita að þú ert í þessu, þú gerði eitthvað svona, segðu hvað fyndið. Já. Segðu hvað fyndið. Hlýtur að vera líka því út svona latta. Já, ég er búin að heyra þetta allir minna æfi. Já, úff. Ætla þú að vera fyndin eins og pabbiðin? Eða ég sagði eitthvað fyndið, kendi pabbiðin þetta? Já, við settust niður og fórum yfir allar mögulega aðstæðir í heiminum. Ef ykkur segir þetta, þá segir þú þetta. Já, ef þú vilt vera fyndin. Já. Eins og pappis. Já, ok. Að því ég er svo duglegur að læra. Já. Þannig að, en ef þú ert að fylgja mér á svona samfélagsmiðlum, þá gæti ég haft svona afsláttar kóða fyrir þig. Nú. Það má senda á kallinn. Já, geggjað. Já. Og bara 9. október. 9. október, Tjarnarbíó. Geggjað. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að hleypa mér inn. Já, takk fyrir að koma á rétta stað. Já. Allt þetta, já. Takk fyrir. Takk.